Þá komið að 7. liða dagskrá, bensínstöðva, fjöldi og staðsetning. Til máls tekur bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ástæða fyrir því að ég óska eftir að fá þetta mál hérna til umræðu í dag ekki svo að ég ætla að halda einhverja innblásna ræðu og leggja til mikla fækkun bensínstöðva, heldur bara var ég hissa á umræðunni sem varð eftir að kom í fjölmiðlum að Reykjavíkurborg væri með áætlun að fækka hjá sér bensínstöðvum og forseti bæjarstjórnar okkar kom í viðtal hjá RÚV og talar fækkun bensínstöðva og ég ætla að vitna í fréttina, en vissulega verið að gera ráð fyrir fækkun í skipulagi eins og það lítur út fyrir í dag. Og ég var bara ótrúlega glöð og áhugasöm og ég vissi reyndar og hafði heyrt að það væri verið að undirbúa nýja bensínstöð rétt norðan við Hringtorgið við Bíkó, Sjafnarnesi 2 held ég að sé. Þannig að ég bara, mér langar að vera aðeins upplýst þetta, hver eru áformin og hvernig planið og verið að fara að fækka stöðum á móti og svo að því konið upp þá hvað ég að koma með sturlaðar staðreyndir til þess að hafa þetta nú ekki of stutt. Í Bretlandi þar eru 7.341 manneskja á bakvið hverja bensínstöð. Í Noregi það 3.098 á höfuðborgarsvæðinu það 2.751 og á Akureyri, og þá ég ekki að telja þessa væntanlegu með, 1.385. Þannig ég held að við getum nú alveg farið í það að skoða fækkun bensínstöðva og ég vona að sé einhver stemming fyrir því. En fyrst og fremst vildi ég bara vera upplýst stöðu málsins og þess vegna kom ég hingað í dag til að spyrjast út í það. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara svo ég svari fyrirspurn Sóleyjar Bjarkar þá liggur ekkert fyrir engin aðgerðaáætlun fækkun bensínstöðva hér í bæ. Hins vegar þannig að það þó í skipulagsvinnu núna möguleiki á því ein bensínstöð þurfi að hverfa úr bænum við Tryggvabraut. Það alveg rétt hjá bæjarfulltrúa Sóley að það eru margar bensínstöðvar í bænum og 1300 íbúar á hverja bensínstöð. Það dálítið mikið ef við bara í samanburði við Reykjavík. Það náttúrulega þannig að hluti af þessum bensínstöðum náttúrulega notaður fyrir ferðamenn og ef við förum niður í svona hausatalningu þá getum maður velt fyrir sér hversu margir séu bensínstöðvar, hvað margir íbúar bensínstöðvar í ýmsu íbúakjörnum hér landið. Það kannski 2 bensínstöðvar í minni bæjarfélögum þar sem eru fáir íbúar. Þannig að þetta kannski bara leikur að tölum. Hins vegar eins og ég segi þá hefur ekki verið gerð áætlun þetta. Við ræddum þetta í okkar hópi hér meðlutin á formannafundi núna á mánudaginn og vorum okkar að spája hvernig þetta væri, hvernig staðan á þessu væri og vissulega það þannig að suma bensínstöðvar eru bara mjög óhagstæðar á óhagstæðum stöðum og það hlýtur bara að vera að þegar bæði með breytingu á bílaflotanum og með aukinni hagræðingu. Ég sá viðtal við formann FIB í Blöðum í dag þar sem hann kallar bara eftir því að verði aukin hagræðing hjá olíufélögunum og telur að það muni lækka verð til neytandans og ég held að olíufélögin hér þurfi bara að skoða þetta hjá sér. Það sé ekki komin aðgerðaáætlun á okkar hálfu en ég held að verði með tímanum þá muni verða þessi sjálfkrafa þessi breytinga, þeim mun fækka og sérstaklega þeim sem eru óhagstæðar einingar í dag og á vondum stöðum og við þekkjum það víða bæinn að það búið að setja niður bensínstöðvar sem eru að mínum mati ekki á góðum stað. Ef við tökum sem dæmi upp við Bónus í Naustahverfi, það afskaplega þröngt þar bæði aðkoman og inn á miðju plani og svona mætti lengi telja. Þannig að það ýmsir staðir sem að ég hugsa að olíufélögin hugsi sér til hreyfings með þetta á komandi árum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið laust. Ég bið að varaforseta að taka við stjórnfundarins og gefa mér orðið.
Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, að því að kannski spurningunum beint til mín, ég veit ekki alveg að því varst að vitna í að ég hef komið í viðtali vegna fækkunar bensínstöða í Reykjavík og hvort að áformum væri slíkt hérna á Akureyri, þá nefndi ég þetta einmitt með það í huga að það er verið að huga þessu vegna skipulags og yfirleitt er það þannig að þegar verið að fara í fækkun bensínstöða eða einhvers annars, þá er það vegna einhverja kröfu með einhverja aðra uppbyggingu á svæðinu. Og við búum kannski svo sem ekki við einhvern ofboðslegan þrýsting, þar að segja á þessa bensínstöða sem nú fyrir eru, nema þarna á þessum tiltekna stað við Tryggvabraut. Og þar er verið að skoða hlutina. Hins vegar ímynda ég mér að til framtíðar þá þurfum við að meira og meira byggingarland að halda fyrir íbúðir og þá fækki þeim bensínstöðum. Áherslan hjá okkur hefur verið svo og það er bara svona í gegnum Vistorku og bæjarstjórn og það sem er svo að fjölga fjölorkustöðum og það að þessar stöðvar færi sér til nútíma horfs og þjónusti þá alla gerði bíla. Fækkunin kemur þegar fram í sig, ég held að þetta sé allt og margar stöðvar hérna, 1500 manns per bensínstöð er bara allt mikið, þannig að ég get verið sammála bæjarfulltrúa Sóli þar og Sturlu staðreind ef er hort á eitthvað slíkt. Og við eigum bara sem sveitafélag að einblína á að auðvelda fólki að fara í þessi orkuskipti. Þau fyrirtæki sem reka hérna bensínstöðar, þau þurfa síðan að hlusta og við sem almenningur verða þá að þrýsta á að þeir hagræði sínum rekstri og fækki stöðum sem vonandi myndi þá skila okkur betra orkuverði. Þar lítur þrýstingurinn fyrir því að koma eða þá skipulagslegu þrýstingur fyrir meiri uppbyggingu á þá einhverju öðru heldur en bensínstöðum. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni eftir stjórn fundarins. Já, takk fyrir það og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka svarið og svörin og umræðnar að því að þessi umræði kannski í mínum huga snýst ekki bara allavega bensínstöðvarnar, heldur það hvað við segjum í fjölmiðlum. Og mér finnst mikilvægt að við kvörtum stundum yfir því hérna að það sé lítill áhugi fjölmiðla á því sem að bæjarstjórn er að gera eða segja og það finnst mér gríðarlega mikilvægt að þegar okkur er réttur hljóðneminn þá séum við að segja eitthvað sem er upplýsandi fyrir íbúa og eitthvað sem skiptir máli, eitthvað sem er satt og rétt. Og ég ætla bara að segja að maður það bara alls ekki vera skygg til þess að sjá fram á fækkun bensínstöða. Það er bara þannig. En að segja að það sé gert ráð fyrir fækkun í skipulaginu eins og lítur út í dag, það eru fréttir fyrir mig og ég heyri ekki ennþá hvort þetta eru réttar fréttir eða ekki. En ég heyri að það er einhver möguleiki hérna. En það er sem sagt, ég vildi bara svona líka taka þetta svolítið, að það skipti máli, menn við berum ábyrgð á því sem við segjum þegar að tala við okkur í fjölmiðlum. Það ætla ég að biðja að varaforseta, svo ég haldi að Sóli Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, biðja að varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það má vel vera að ég hef ekki orðið það algjörlega rétt, en vinnslan í skipulaginu og hvernig það lítur út eins og við erum að horfa á skipulagstillögurnar og ég hef átt að segja það kannski skýrar. Hins vegar eru yfirleitt svona viðtöl, þá segir maður mikið meira og svo er þetta klift og það þú ræður illa við það hvað kemur fram síðan í viðtalinu. Þannig ég taldi mig algjörlega vera að segja eins satt og rétt og ég hafði upplýsingar ég hefði kannski ekki átt að það eins og það lítur út í dag. Það var heila vinnan lítur þannig út í dag. Og sem kemd því þá bara þeirri leiðréttingu hér með á framfæri. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara rétt að bæta við hérna 2 punktum sem ég held að hafi ekki komið fram að
það náttúrulega umræða uppbyggingu í miðbænum og þar bensínstöð sem að það gæti þurft að víkja allavega frá þeim stað sem hún núna. Ég held að allir bæjarfulltrúar séu sammála að það metnaður til að byggja upp í Hofsbót og á því sem kallað B-svo-reitur. Þannig að þá þyrfti sú stöð óhjákvæmilega að færast líka. Og varðandi þessa nýju stöð sem að búin að vera lengi á deiliskipulagi þarna út í Sjafnargötu, hefur skilið rétt, að hugmyndin þar mun vera meðal annars að geta þjóna mjög vel allra stærstu ökutækjum, það segja flutningabílum með aftan í vagn, sem að sjálfsögðu þurfa eldsneyti eins og aðrir. Og það sé bara mörguleyti skynsamlegt að hafa það alveg í útjari bæjarins eða rétt fyrir utan hann, af því að þetta þá plássfrek stöð og líka því að margir þeir bílar munu eiga leið þá til dæmis beint niður að Krossanesi og þurfa kannski aldrei að koma inn í bæinn sjálfan. Takk. Og bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu og orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þá segi umræðinu lokið og dagskrá tæmd og slít fundi klukkan 16:20. Já. Biðst afsökunar, ég eitthvað slegin út af læginni hérna. Ég ætla þess ekki að slíta fundi. Fékk svo erfiða spurningar að ég alveg bara í miðum mín. Nei. Já, ég ætla bara að setja hann aftur. Ég þarf að telja upp eftirtalda fundagerðir að laða fram til kynningar. Það afgreiðslufundur byggingafulltrúa 2. og 8. maí, bæjarráð 9. og 16. maí, frístundar á 13. og 16. maí, fræðslunefnd 7. maí, fræðsluráð 7. maí, kjarasamninganefnd 27. apríl, skipulagsráð 15. maí, stjórn Akureyrarstofu 16. apríl, umhverfis- og mannvirkjaráðs 8. og 17. maí, velferðar á 8. maí og þessar fundagerðir hægt að nálgast að funda á heimasíðu Akureyrarbæjar og þá slít ég fundi klukkan 16:20.